Stöðfirðingurinn Ívar Ingimarsson fyrrum atvinnumaður í knattspyrnu en hann spilaði í Englandi 12 ára skeið, lengst af með liðinu Reading. Þegar Ívar flutti heim með fjölskyldu sinni fyrir 5 árum var ákvörðun tekin að setja stað á Egilsstöðum. Í dag reka þau Ívar og kona hans Hrefna Arnardóttir gistihúsin Birtu og Olgu á Egilsstöðum auk ferðaþjónustunnar Óseyri á Stöðvarfirði. En af hverju gistihúsarekstur? Ég hef svo sem sagt það áður að maður var alltaf sem gutti að þvælast inn í steinasafninu hjá ömmu, Steinapetru. Og það náttúrulega var svona fyrsti ferðamannastaður sem svona fór að koma massi af fólki. Og maður svona var að spjalla þar og leiði segja fólki og fá kannski 50 kall fyrir að segja einhverju lygasögur eða eitthvað. En þá svona fór maður að fá feedback frá fólki hvað þið fannst landið okkar flott. Og bara oft sem maður var sagt við mig bara, veistu hvað það býrði í flottu landi og hvað þetta gæðilegt. Og örugglega fór maður bara að skoða þetta betur þá. Þannig að ég myndi segja áhuginn hafi klárlega kviknað þar. Og svo þegar ég hætti að spila fótbolta úti, þá maður tiltölulega ungur ennþá og alveg á fínu stað til að byrja ykkur öðru. Og svona kannski 3-4 ár áður en ég flutti heim, þá var ég nú alveg búinn að ákveða það að við ætluðum að flytja austur og finna okkur eitthvað að gera í ferðaþjónustu. Því það náttúrulega, þetta var að byrja og bara flott tækifæri í því. Og svo sem ekkert endilega auðvelt að koma kannski austur atvinnulaus og fara bara í eitthvað. Þarna voru tækifæri og við skelltum okkur bara í það. Og hvernig svona ykkar uppbyggingasaga? Þetta nú ekkert eitthvað rosa veldi, en við sem sagt, við erum nú á Óseyri. Fyrsta hugmyndin var náttúrulega að gera gistihús hér, bara í rauninni niður á túninu og fórum ansi langt með það og vorum búin að gera teikningar og annað slíkt, en það varð ekki að því, bara svona ýmsum ástæðum og meðan svona það var óljóst og maður sá ekki alveg að vera að gerast 1, 2, 3, þá keyptum við gistihús Olgu á Egilsstöðum sem að eldri hjón þar áttu. Olga og Sigurður heitinn og keyptum það og byrjuðum að reka það og það var bara þrælgaman og fljótlega í lok þess árs þá keyptum við annað hús í sömu götu sem núna heitir gistihús Birtu og árið þar á eftir þá breyttum við bílskúrnum sem var þar fyrir utan, þannig að við erum komið með 14 herbyggi þar og getum gist hjá okkur fyrir 30 manns. Svo erum við með Óseyri svona sem, ég segi svona, ég veit ekki, útivistar afþreyingarstað. Þetta svolítið svona kósí staður og við höfum verið með húsið í leigu og svo vorum við að gera upp hlöðuna fyrir aftan okkur líka. Þannig að það svona það sem við höfum verið að vesenast hér. Og byrjuðum í rauninni vorið 2013. Þannig að við svo sem vorum komin í þetta á rosalegri uppsveiflu. Ég meina, það má oft segja kannski að ferðamannasprengjan hafi svona verið 2010 til 2012 sem þetta byrjaði virkilega að keyrast upp og við höfum náttúrulega bara verið í stanslausri aukningu þannig séð. En auðvitað náttúrulega þetta ekkert í líkingu við það sem að gerast hjá sambærilegum húsum eða svæðum til dæmis eins og fyrir sunnan, sko. En þetta bara búið að vera mjög flott og mjög gaman og bara ótrúlega þannig sé mikla breytingar sem hafa átt sér stað. Ég meina maður að sjá veitingastaði og alls konar svona þjónustu og gistihús og spa og alls konar hluti opnast á svæðunum sem náttúrulega ferðamaðurinn býr til rekstrargrundvöllinn. En náttúrulega heimamaðurinn að njóta í botn líka. Þannig að mér finnst það svona skemmtilega við þetta. Það er svona meiri fjölbreytni og líf í kringum þetta. Það nú ekki nema kannski 10 til 15 ár síðan að kannski fólk hafði ekki trú á ferðamennsku sem atvinnugrein. Nei, ég meina, þegar maður var að tala um hvað ætti nú að gera fyrir austan og svona, þá var maður oft að segja, hvað með ferðaþjónustu? Og þá var bara, það lifir enginn að ferðaþjónustu og tína fjallagrös, kom alltaf. En þú veist, ég meina, ferðaþjónustan er stærsta atvinnugrein í heimi og fjallagrös einn bestu grös í heimi. Þannig svona breytist það nú. En ferðaþjónusta er ekkert eitthvað sem á að vera einhver bóla. Ég meina, það eru bara fullt af lönd í kringum okkur þar sem ferðaþjónustan hefur verið stoð atvinnugrein í 20 ára. Og ef við förum bara vel með þetta og gerum þetta bæði sátt við landið okkar og íbúana okkar og ferðamanni líka. Þá á þetta geta bara verið atvinnugrein sem bara glæðir landið okkar lífi og hjálpa okkur að byggja skóla og sjúkrahús og svona. Ívar hefur mikinn áhuga á skógrækt. Ég held að það sé nú frá pabba. Hann náttúrulega inn í steinasafnið þar sem Ammer, þeir sem hafa komið þar eru mikið af stórum grenitrjám. Og þegar pabbi var lítill þegar þeim var plantað, þá fór hann alltaf út sem krakki og sérstaklega vont veður og tók þau upp og fór með þau inn. Því hann hafði svo miklar áhyggjur á trjánum. Svo þegar hann var komin í háttinn þá var þeim víst plantað aftur, sko. Þetta gekk svolítið svona. En pabbi hefur náttúrulega haft alveg
rosalega mikið áhuga á trjám og einstakur aspavinur líka. Ég held að þetta hafi nú bara smitast frá honum. Og mér finnst þetta, ég þekki ekkert endilega trén eða plöntunar eða eitthvað svoleiðis, sko. Mér finnst þetta svo flott og mér finnst svo gaman að vera það sem skjól. Það sem að maður getur verið í einhverjum vindi og kulda og svo fer maður bara bak við nokkur tré og þá orðið bara bong og blíða. Og þeir eru búin að vera að planta hérna á þessu svæði, það ekki? Jú, við fórum með Óseyri, jörðin okkar, í svona skógræktarsamninga, hvað þetta er hér á svo Austurlandsskógar. Og það búið að það byrjaði 2007 og það að verða komnir einhvers staðar í kringum, nálgast 600.000 plöntur sem hefur verið plantað. Við höfum ekkert plantað því öllu sjálf. Það voru verktakar sem voru fengnir í það en svo höfum við bara verið að sinna því og planta líka og svona græða upp landið. Pabbi hefur verið rosalega duglegur við það að fara með allt gras og annað slíkt úr görðunum heima og svoleiðis og henda upp í fjall og dreifa í opin sár og það er alveg bara magnað að sjá hvað kemur upp úr þessu. Fornleifa uppgröfturinn í Stöð er í túnfætinum hjá Ívari. En ég get ekki látið vera því að við sitjum hérna horfum inn á Stöð þar sem eru magnaðir hlutir að gerast. Kannski aðeins fara yfir það hvað þetta gæti gert fyrir staðinn. Ég finnst þetta náttúrulega bara geggjað. Það var svona sagt frá frá sögu svona Þórhalls, ég held að þetta sé örugglega Þórhallur og að hann hafi lýst mærina Helgu á Stöðvarfjörð sem að mér er sagt og það stendur í landnámi sem er náttúrulega ógeðslega gæðilegt. Bara bannað veiðar í landi, loft og sjó og friðlýst í fjörðinn. Og bara það eitt og sér er náttúrulega alveg geggjað. Við erum bara komið grunninn að fyrstu friðlýsingur í heiminum sennilega með að upphafa þjóðgörðum í heiminum. Mér finnst mér að vera bara brattir með það. Og svo náttúrulega núna þegar verið að leita landnámsskála hérna inni, mögulega hans, magnast þau tækifæri sem að felast í því. Og að mögulega hafi upphaf Íslandsbyggðar verið á Stöðvarfirði og fyrsti þjóðgarður í heiminum hér. Það er ekkert leiðilegt að geta haldið því fram. Það sem er nú þegar fundið sem gefur til kynna að þetta sé vel fyrir það sem er þekkt á landnámi, þá náttúrulega bara er alveg hellingur af fólki sem er að ferðast heiminn og skoða svona sögur. Og ef þessi bara gerði góð skil og sagt frá sögunni, sett upp flott spjöld og annað slíkt, þá bara myndi ég segja að það ætti enginn að fara í gegnum Ísland nema að kíkja á Stöðvarfjörð. Það sem að upphaf landnáms var og fyrsti þjóðgarður í heiminum. Þannig að það er þetta að gera minjagripi og bóli og alls konar hluti. Gera lopapeysunars Þórhalls eða ullarsokkana eða eitthvað og gera bara eitthvað skemmtilegt úr þessu. En ekkert eitthvað cheesy, bara halda sig við söguna og bara nýta þannig tækifærið. Framtíðarsýn þín svona næstu ár í ferðaþjónustunni, hvernig sérðu það fyrir þér? Ég veit ekki, mér finnst bara, það er náttúrulega svona ákveðnar blikur á lofti, myndi ég segja. Þetta er öðruvísi ár núna heldur en þessi ár sem við höfum verið í þessu. Það er náttúrulega orðið almenn, svona leiðileg umræða, finnst mér ferðaþjónustu. Og maður svona hefur þá tilfinninguna að bara allir í ferðaþjónustu séu bara einhverjar afætur á samfélaginu og við erum bara í ívilnunum og borgum ekki til samfélagsins og eitthvað svona. Og bara því miður hafa stjórnvöld verið að ýta svolítið undir þetta og menn svo bara hoppa á vagninum. Ég hef nefnilega akkurat ekki séð þetta þannig. Ég hef miklu frekar að séð þetta að fólk í ferðaþjónustu er að byggja upp og þú veist svona, blása lífi í staði sem að kannski lítið líf var orðið, sko. Þannig að mér finnst það ára svolítið leiðileg umræða að sé verið að stilla þessu svona eitt stað. Og mér finnst tækifærin sem að felast í ferðaþjónustu eiga að vera miklu fleiri heldur en vandamálin. En auðvitað þarf þetta að gerast líka í sátt við okkur íbúana og fólki sem býr hérna. Ef að tilfinning fólks er svo að það sé orðið allt of mikið af ferðamönnum og átroðningur, þá þarf að hlusta á það. Og þá þarf að taka þessu bara miklu fastari tökum að hafa ákveðna stýringu. Og kannski bara staðan einfaldlega þannig að á einhverjum tímapunkti segjum við bara, heyrðu, til Íslands kom ekki fleiri útlendingar heldur en þetta. Og ef að eftirspurnin er meiri, þá verður maður bara að bóka fram í tíman. Það getur alveg verið. En mér finnst bara aðalega að þetta eigi að vera atvinnugrein sem vonandi næði bara að halda áfram að þróast og vaxa og nýtast okkur til góðs. Því að mér finnst það bara svolítið augljóst að svona síðastliðin ár að sá uppgangur sem hefur verið í Íslandi er keyrður áfram að ferðaþjónustu. Ég segi alltaf að það eru allir í ferðaþjónustu. Ég meina hvort sem þessi tækniteiknarinn, verkfræðingurinn, lögfræðingurinn, ég myndi ekki bara nefndu það. Ég veit ekki hver er ekki á einhvern hátt tengdur ferðaþjónustu með einhverjum hætti.
bara eins og til dæmis ég hugsa eins og með gistihúsin í okkur að þú veist, við erum bjóðum upp morgunverðar. Ég get fólk fatti það að við séum kannski að kaupa 2500 eða 3000 skyr á ári, fattarðu, sem þá beint fyrir í landbúnað. Þannig að þetta vinnur allt svo saman. Þannig að ég allan vona það að okkur beri gæfa til þess að nýta þetta tækifæri vel og nýta þetta þannig að við byggjum upp innviði og vegi og göng og bætum flugsamgöngur og svoleiðis sem að við aftur á móti íbúarnir þrífum svo á og svo næstu kynslóðir fá að njóta á eftir okkur.